Komið sæl. Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Í dag ætlum við að fjalla 7. skrefið, þakklæti. Þakklætið er uppljómun. Það er að segja að þegar maður er þakklátur þá er engin skortur. Það vantar ekkert og maður er hér og nú. Og þakklætið er stórt hugtak. Það tekur svolítið tíma að ná utan um það hvað það þýðir. Af því að í sjálfu sér þá er þakklætið vera, vitund, kærleikur, ljós. Ef við skoðum andstöðuna þá er það vanþakklæti, fjarvera, viðnám, ótti, skortur og yfirleitt frekja. Já, vanþakklæti er frekja. Þar sem við gerum okkur enga grein fyrir því hvaða blessunum hefur ringt yfir okkur frá því að við drógum fyrsta andan og þangað til í dag. Þegar við skiljum að þakklætið er í sjálfu sér lífið sjálft, þar sem við opnum hjartað og leyfum blessunum að streyma til okkar. Þegar við skiljum að hvert einasta andartak, hvert einasta augnablik og öll þessi vegferð sem við sem sálir höfum valið sjálf er blessun, að þá erum við komin á allt annan stað heldur en þegar við erum að bíða eftir einhverju, þegar við höldum að það vanti eitthvað eða hlutinni verði betri þegar. Þegar við erum búin að upplifa þakklæti og skilja róna, friðinn, hvíldina, næringuna sem í þakklætinu felst, að þá allt í einu gerum við okkur fulla grein fyrir því að það er engin mistök. Allt sem hefur átt sér stað hingað til hefur gert þetta augnablik að þessu augnabliki. Og án alls sem við höfum gert að þá væri það ekki mögulegt. Við skiljum að það er ekkert böl í tilverunni. Við skiljum að allt sem að gerist, allt sem er gert, allt sem hefur verið og allt sem verður er blessun. Svolítið merkilegt að skoða þetta frá þessu sjónarmiði, að skilja það að þegar við erum vöknum til vitundar, búin að taka fulla ábyrgð á okkar birtingu, orðin fullorðin og heil, valfær, skilgreinum tilgang og njótum ferðalagsins, höfum öðlast heimild hjá okkur sjálfum að því að við erum sannsögul og trúverðum að því að við erum öguð. Við leyfum okkur birtingu í framgöngu, þess að við leyfum okkur að tjá okkur og sjá og skapa út frá opnu og einlægu hjarta í fullri heimild ljóssins. Við fylgjumst með okkur, við erum á vegferð vitundar, þar sem við erum vitni í okkar eigin tilvist og við gerum okkur farum það að vera alltaf glöð, brosandi og kærleikshyggju okkar eigin garð. Í þessu ferðalagi að þá eigum við kost á því að hafna okkur eða elska okkur augnablik fyrir augnablik og í innsæinu að þá er það alveg skýrt hverjir möguleikarnir er og hvernig þeir liggja. Í þakklætinu erum við búin að átta okkur á því að það getur enginn hafnað sér til heilsu eða hafnað sér til afreka. Það er bara ást og kærleikur, það er bara blíða sem býr til flæði og möguleika og opnun. Þakklætið er þess vegna uppljómun af því að í þakklætinu er engin tregða. Við erum þjálfuð í því að segja takk, við erum þjálfuð í því að vera þakklát, þar að segja huglegt. En þegar við finnum fyrir þakklæti, þá kemur yfir mann mýkt, blíða, værð, hvíld, snerting, vitund, vera. Og svo við gerum okkur fulla grein fyrir því hvað þetta þýðir, að þá er meiri þakklæti, meiri hvíld í einhverjum sekundubrótum eða mínútum af þakklæti heldur en í 8 klukktíma svefni. Að þegar í þakklætinu þá erum við að tengjast, við erum að nærast, við erum að hvílast, við erum að hlaða og við erum að birtast til fulls, það er að segja ljóma. Þakklætið er forsendan fyrir orkunni. Og þó ég hafi ekki talað mikið það á þessari vegferð núna í þessari kynningu, þessum skrefum, að þá er orkan, ljósið, það er málið. Það er allstaðar orka, alltaf allstaðar viðrum orka, súrefnið orka, ljósið orka og allt er lifandi. En þegar við erum stöðugt á flótta undan okkar eigin tilvist,
þegar við þolum ekki við í eigin návist og þegar við skömmum okkur frá morgni til kvölds eða beitum okkur andlegu ofbeldi, þá búum við stöðugt vanþakklæti. Við búum í stöðugu frekjukasti þar sem við erum að afneita okkur og neita okkur gleði og ljós af því að við erum að refsa okkur vegna heimildarleysis. Þegar við höfum loksins náði að verða þakklát, þá skiljum við að það engin mistök, það ekkit rétt eða rangt, það ekkit vont eða gott, það bara orsök og afleiðing. Og við höfum alltaf val. Við ráðum því hvort að við leyfum orkunni að streyma til okkar, hvort við opnum hjartað og hleypum ljósi að okkur, hvort við hleypum gjöfum lífsins að okkur, hvort við hleypum tækifærum að okkur. Og ég veit að við könnumst öll við hvað þetta þýðir. Stundum ger ég grín að því þegar ég segi við ykkur mikið ert í fallegri flík eða peysu, að þá viðbragðið oftast já, ég keypti hana á útsölu, eða já, ég fékk hana einhvers staðar, eða mér var gefin hún, sem þýðir það að viðkomandi fer í viðnám og vörn gagnvart því að þiggja. En þetta kúnstugt og ég ger ekki lítið úr þessu. Ég hef líka haldið því fram að þakklæti sé svo stórkostlegt að þó við gerðum ekkit annað heldur en bara að skilja hvað það þýðir að hleypa ljósinu, skaparanum, dýrðinni, vitundinni, verunni að okkur, að þá fyrst getum við sjálf náð að lýsa til fulls, að lifa til fulls. Stundum við talað um það að það sé dygður að gefa heldur en að þiggja. En þetta getur því miður ekki staðist. Af því að þangað til að við getum þegið, sannarlega þegið á vettvangi hjartans, þá getum við ekki gefið. Við getum verslað og við getum þjónað, en sannarleg gjöf á sér ekki stað fyrir að við erum þakklátt, fyrir að við höfum opnað hjartað okkar gagnvart ljósinu, gagnvart dýrðinni sem okkur stendur til boða, gagnvart þeim blessunum sem eru alltaf allstaðar. Eina sem við þurfum að gera að staldra við, draga andan, soga að okkur lífið, horfa á tækifærin, líta upp, leyfa ljósinu, sólinni að baða okkur og skynja hvað þessi tilvist, þetta líf gríðarleg blessun. Munum að vilja verknaður.